Good. Does anybody in here have a childhood dog, perhaps? No hands, and we just, okay, few ones. I wrote this ljóðaruna, just a collection of some poems in January when we had to put my old family dog down. So it's entirely in Icelandic, and I'm going to try to do it from memory, so I apologize for any mistakes, and this is for all of those dogs. Bæn fyrir hund barnæsku minnar. Hann mun deyja á morgun. Hann mun deyja á morgun og ég get ekki grátið. Hann mun deyja á morgun og á morgun verður suðvestanátt, skúrir með köflum og sólin mun rísa 10:47. Hann mun deyja á morgun og á morgun mun sólin setjast klukkan 7 og ég mun skera epli og setja í skál og setjast við borðstofuborð og skrifa glósur og kannski mun ég meira að fara að gleyma því að hann dó á morguninn. Vefðu okkur í fjólubláan, lit sorgar og sóunar. Dauði hunds hartsyrður en fyrir 2 árum ég seinast gekk út. Dauði hunds hartsyrður en á miðvikudaginn ég fekk seinasta símtalið. Dauði hunds hartsyrður en hann var ekki hundurinn minn, fjölskylduhundurinn. Vefðu okkur í reiðan, lit ástar afskorunar, lit fórnar og þols. Vefðu okkur í lög svo hann liggi hjá mér eins og hann gerði aldrei í lifandi lífi. Vefðu okkur í lög svo ég geti sýnt honum þá sæmd að yfirgefa hann ekki. Í minni hnusa minningar og krassa, leita út. Hann mun deyja á morgun og það eina sem háls minn gerir að herpast. Hann mun deyja á morgun, eða hann dó, eða hann dáinn og hann langar út að spræna. Og ég á lífi og ligg grafkjörr. Hann mun deyja á morgun og á morgun mun ég ganga til vinnu og mæta hundum, kurteisum í ól. Og hugsa til hans. Hvað skal segja vinum, nýjum og gömlum? Hann var kurteis í ól, lipur, alltaf sprækur, lá rétt utan seilingar. Hann mun deyja á morgun, hann dó einn morgun. Það seinasta sem hann gerði var að æla og væla í annarra manna húsum. Hann mun deyja eftir 17 mínútur. Ég sit ennþá hérna föst í þeim hluta heimsins þar sem hann situr í fangi mér, litla klær í læri og mænir út gluggann. Hann mun deyja eftir 17 mínútur og ég sit ennþá föst hér þar sem hendi mín liggur enn á heitu baki sem hann hnígur og rís með andardrætti. Ég strýk aftur yfir lærið eins og ég geti ýtt lifinu út. Hann mun deyja á morgun, eða hann dó, eða dýralæknirinn kemur inn og segir ekki veit ég hvað ég gaf honum, en það var ekki svefnlyf og við lítum öxl og þar stendur hann, sperrtur og sprækur. Þú þarft ekki að fara. Ég ætla að biðja til Guðs og segja please 2 ár í viðbót og þau með mér og mér skal meira segja standa þetta sem ég kostnaði. Og Guð hlustar og við gengum út og 7 klukkutímum seinna liggjum við í sófanum og þú liggur og kippir eins og í draumi. Og ég eins sátt og kona sem hefur fengið annað tækifæri getur verið. Eða, þú þarft ekki að farast. Þú þarft ekki einu svona að koma til mín með rófuna sperrta og augun skær. Það eina sem þú þarft að gera að ganga út á þínum eigin loppum. Með nýja lifur og auka 10 ár undir ólinni. Segðu mér á raunum þínum og ég segi þér á mínum. Á meðan líður mánudagsmorgunin hjá og bílar fara yfir á rauðu og grænu og á gulu skrensað en aldrei stansað. Á meðan gengur fólk til vinnu eða skóla eða bæði og þú kippist á borðinu eins og í draumi. Á meðan liggur hendi mín á bringu þér og finnur hjarta ennþá slá. Burt séð frá liðnum tíma, það enn ekki of seint. Hann dáinn, eða hann mun deyja, eða hann dó. Frá 10 til hálf 11 stóðum við í litlu hvítu herbergi í Kópavoginum með mattaða glugga og fórum í gegnum 4 sprautur af eitri á meðan þú ríghélst í lífið með skolturum og neitaðir að sleppa.
Hún vefur hann upp eins og hann sé bara hundur. Föl, blátt IKEA flísteppi, litur blákaldra staðreynda. Hún vefur hann upp eins og hann sé bara með snoppur, eins og hann sé bara með snoppu og 4 fætur og sperrt eyru. Veit hún ekki að hann hatar þegar teppið sett yfir andlitið allt svona? Veit hún ekki að hann hatar þegar einhver lyftir honum upp og heldur svona meðmyndir hans? Getur einhver sagt honum það? Getum við hætt að ganga út úr þessu herbergi? Takk fyrir mig.